9. Já, velkomin á 587. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar, haldinn í fundasal Breiðumar 20, 14. október 2024 kl. 17. Mættir eru Halldór Benjamín Hreinsson, Sandra Sigurðardóttir, Hjörtur Sigurðsson, Helma Runólfsdóttir, Atli Viðar Þorsteinsson, Alda Pálsdóttir, Sigmar Karlsson, Pétur Geir Marskan og Íris Bjarnadóttir sem ritar fundinn. Og Telma Rún sitt sinn fyrsta fund, velkomin. Takk fyrir það. Eru ykkur athugasemdir við fundarboð? Engar athugasemdir kom fram, þannig að þá göngum við til dagskrár og fyrsti dagskrárliður fundargerð bæjarráðs frá 24. október 2024 og það eru liðir afgreiddir sérstaklega nr. 16 og 18. Við byrjum á lið 16. Það er notar og félagsþjónustu en hann er afgreiddur í lið nr. 14 á dagskrá fundarins og við fjórum fyrir þar. Síðan liður 18 er tímabundin hækkun á yfirdráttarheimild Arion banka er afgreiddur sérstaklega og bæjarstjórn samþykkir það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir tímabundna hækkun á yfirdráttarheimild Arion banka fyrir alltaf 80 milljónir króna til næstu áramóta en orðið laust þannig. Má ég aðeins bara bakka úr sæti? Já, viltu bakka í lið 16? Úr sæti bara. Þú sagðir að hann er tekinn fyrir í lið 14, er það ekki lið 12? Sagði ég 14? Það er lið 12. Okay. Þá mútu að halda það. En orðið laust lið 18. Enginn hver sér hljóðust, þá ber ég þá til Alveg rólegur. Jó, við slum að tjóka hér. Og það tjóðna, við svöldum sem að Forseti, já, tímabundin hækkun og yfirdrætti, við erum bara með stutta bókun sem við viljum koma á framfæri undir þessu lið. Og hún hljómar svona: fulltrúar D-lista lýsa áhyggjum sínum yfir þeirri staðreynd að íbúafjölgun í Hveragerði sé langt undir því sem áætlanir gerir ráð fyrir. Sú staða hefur slæm áhrif á fjárhag bæjarins. Einfalt. Já, takk fyrir þetta sem var. Ég held að áætlanir íbúafjölgun sé 1% við mann rétt, cirka. Norður en það laust. Njörður, Svöld. Forseti. Nú er það svo að slíkt mál hefur verið tekið fyrir hér í bæjarstjórn undir lok árs á hverju einasta ári undanfarin ár og líka í meirihlutatíð Sjálfstæðisflokksins. Og ég tel að mér finnst svona furðulegt ef hægt er að koma með bókanir mál sem tengjast því ekki. Þannig að ég ger bara athugasemdir við það. Takk fyrir það, Njörður. Pétur okkur orðið. Já, forseti, aðrir góðir tilheyrendur. Þetta er að mörgu leyti alveg áhugavert mál að ræða þó þetta sé líka bara ákveðið afgreiðslumál. Ef ég ætti að meta það hérna við borðið og við þennan fund, þá held ég að miklu frekar sé skýringarna að leita bara í þeim miklu breytingum sem að ganga yfir Hveragerðisbæ, bæði þetta kjörtímabil og í raun og veru bara hafa þessar breytingar byrjað miklu fyrr. Það er alveg ljóst að það eru miklar framkvæmdir í bænum þetta árið. Sérstaklega svona seinni helmingur ársins hefur farið með mikið af stað og það þýðir að það er álagsmyndandi á sjóðstreymi í sveitasjóð. Og það er náttúrulega verkefni sem að við þurfum í sameiningu náttúrulega að vera mjög vakandi yfir. Og ég gerir fastlega ráð fyrir því að í áætlunarvinnunni sem er núna yfirstandandi og við tökum til umræðu núna fyrri umræðunar eftir nákvæmlega viku að við séum á einhvern hátt að bregðast við því að það er meira framkvæmdir, það er mikil uppbygging en að sama skapi eru tekjustofnarnir okkar kannski aðeins móðari með við þær væntingar og þau markmið sem við erum með og við þurfum í sameiningu að bæði að finna lausnir á því og aðlaga svolítið reksturinn að þessum breytingum.
mér langaði bara að nefna þetta vegna þess að það eru mörg aðkallandi verkefni sem að banka upp á hjá bæjarfélagi sem í miklum vexti. Og við gerum ráð fyrir því að íbúafjöldin, þróun íbúafjölda eigi eftir að taka kipp á næsta ári og á næstu ári. Þannig að þetta svona sameiginlegt verkefni og við þurfum að vera mjög vakandi yfir rekstrinum þegar við erum í þessum miklum framkvæmdum og það þó svo að hér sitji minn á meirihluti og þó svo að það sé bæjarstjóri hérna og þá það að einhverju leyti sameiginlegt verkefni okkar allra og það mjög mikilvægt að það takist vel til. Takk fyrir. Það finnur Sandra frá Forseti. Já, líkt þegar við komum hérna fram þá það 1% fjölgun, en það auðvitað líka sem það gott að nefna hér að það auðvitað efnahagsumhverfið og það ytri aðstæður sem gera verkum að það erfitt fyrir fólk að fjármagna og fjárfesta þegar að vaxtaumhverfið og verðbólgan svona há. Þannig að það mjög eðlileg skýring á þessu að ekki hefur orðið meiri fjölgun en svo. Við erum auðvitað gríðarlega stóra reiti, ég meina Tívolí-reiturinn að loka metrum og margar íbúðir þar að koma í sölu. Við erum hérna á Hlíðarhagann sem líka í byggingu og Lindabrún, Tröllahraun, svo ég taki það, gatnagerðin fullu þar. Og Álfa, uppi með Varmá líka lóðir, en það sem auðvitað fyrst og fremst háu vextir og það ekki auðvelt fyrir fólk að fjármagna. Þannig að mér langar bara að koma því til á framfæri líka, en ég tek undir með nyrði, það verið að tala hér yfirdráttarheimild og þessi bókun ekki þess eðlis að það sé verið að kommenta á það, þannig að ég legg til að bókunum ekki færð til bókar. Ég veit ekki svona hvernig það og Íris getur kannski svara því að það ekki verið að bóka yfirdráttarheimildina sem slíka. Þannig að það kannski óeðlilegt að þessi bókun sé þarna undir þessum liðum fjölgun. Takk. Takk fyrir Sandra. Veit ekki hvernig reglurnar það. Og ég svara? Já, það mátt alveg hvernig Íris kann það kannski. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað samtökum sem hafa hægt að banna bókun. Hérna, Sigurður Gjörsson. Já, forseti bara takk fyrir þessa yfirferð hjá okkur og ég bara sammála mörgu sem kemur fram, en ég algjörlega ósammála því að vöntun á lausafé hjá Hveragerðisbæ tengist ekki íbúafjölgun. Íbúafjölgun hefur verið langt undir þeim markmiðum sem við höfum talað hér undanfarin misseri og við vitum það öll að tekjur sveitarfélagsins koma meðal annars í gegnum íbúa. Íbúar borga hér útsvar, íbúar borga hér fasteignagjöld og þess að ég veit alveg að þessi vandi tengist ekki eingöngu þessu, þá spilar þetta inn í. Þannig að bara ég mótmæli því að þetta fá ekki að standa. Forseti. Eins og væntanlega allir bæjarfulltrúar sem hafa verið hér og unnið og hafa fyrst með bæjarmálunum í langan tíma vita að þetta tekið fyrir okkur einasta ár. Meira segja að það mikil fjölgun. Og bara stutt uppfletting á veg Hveragerðisbæjar sýnir það. Það er líka einhver að gera það. Og dæmi, hérna 2016, yfirdráttur. Engin bókun frá Sjálfstæðisflokknum áhyggjur af íbúafjölgun. Hún var bara 1%. Af hverju ekki? Af hverju það núna? Og þetta tengist í raun og veru alls ekki þessum yfirdrætti. Ef þið skoðið málið betur og skoðið hvernig þetta hefur afgreitt undanfarin ár, hafið samband við fjármálastjórann hér og spyrjið. Það tengist því alls ekki neitt. Þannig að þetta, hér verið að koma með frá bókun sem að tengist málinu raun og veru ekki. Takk fyrir þetta Njörður. Ég kann að það mér þessi bókunni stendur. Nú verður þetta bókar. Kannski ágætt að segja frá því líka að Helga kom og útskýrði þessi 8 milljónir vildi ekki drekka en lán, heldur sem yfirdrátt, ég var náttúrulega bara hluti af þessu. Þetta er bók fyrir bórið til þess að fjárfestum sé leið. En ég ætla að bera fundargerðina, ég ætla að bera aftur upp að tillöguna bæjarstjórn samþykki tímabundna hækkun yfirdráttarheimildi Arion-banka fyrir allt 80 milljónir til næsta ára og þeir sem við samþykki gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Og fundargerðin er þá til umræðu að öðru leyti. Þetta er til máls fundargerð Njörður. Forseti.
Aðeins bara nefna, undirstrika 7. tölulið fundarins sem byrjar frá Orkuveitunni varðandi umsókn og leyfi til rannsóknar leitar að jarðhita í Ölfusdal og þetta svona, já, við bæjarfulltrúar kunnumst ágætlega við þetta mál og það var í hámæli hér í fyrra þegar í ljós kom að sveitarfélag Ölfus ásamt fyrirtæki sem að það skýrði Títan og Orkuveitan ætluðu að fara hér af stað með þetta mál hans að hafa samráð við Hversbæ. Og við höfum rætt við Orkuveituna sem ætlaði reyndar að hafa íbúafund áður en þetta yrði gert, rannsóknarleyfi, það var ekki gert. Þannig að ég held að sé bara gífurlega mikilvægt að við Hvergerringar séum á tánum og fylgjum mjög náið með þessu máli og ekkert farið af stað inn í dal, hvort sem það er landi Ölfus eða Hvergeris, nema við samþykkjum áður. Takk fyrir þetta, Hjörvar. Það myndi ekki undir þetta, Hjörvar. Það myndi við öll. En fundargerð með eitthvað annar fundargerð. Þá ber ég fundargerð upp til staðfestingar, þessum staðfesta fundargerð ég ekki. Það er staðfest. Þá förum við í annað dagskrárlið, það er fundargerð bæjarráðs frá 7. nóvember 2024. Það eru liðir afgreiddir sérstaklega nr. 1, 2, 3, nr. 2, 3, 11 og 16. Við byrjum með lið 2, það er bréf Góðna góða frá 21. október 2024 sem er afgreitt sérstaklega og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að sjóðurinn Góði verið styrktur 100.000 krónur en orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þetta til samþykktar, þeir sem samþykkja merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er liður 2, það er bréf frá Stigamótum frá 30. október 2024 sem það er afgreitt sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að styrkja Stígamót 120.000 krónur líkt og undanfarin ár en orðið laust. Kveður sér hljóðs og þá ber ég þennan lið 3 upp til samþykktar, þeir sem samþykkja merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er liður 11, opnun tilboða í verkið Hveragerði gervigrasvöllur, yfirborð og lagnir, sem það er afgreitt sérstaklega. Þannig er annar áfangi framkvæmd uppbyggingu á gervigrasi sem fer nú af stað. Knattspyrnumannvirkið á eftir að vera gjörbreyta aðstöðu til knattspyrnuiðkunar í Hveragerði þegar það verður fullklárað. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að taka tilboð Stjörnungarða EHF í verkið. En orðið laust. Gervigrasvöll. Ég langar bara að koma hér og lýsa ánægju minni yfir á hvaða stað þetta fína verkefni er komið og þegar þessi völlur verður komin upp þá verður þetta gervigrasvöllur í hæstu gæðum og mun keppa við aðra velli hér á suðvesturhorninu í þeim flokki. Og ég langar bara aðeins að nefna að ég held að við eigum núna svo þegar líður að áramótunum bara að huga því hvað völlurinn eigi að heita. Við erum með Grýluvöll þarna sem heitir auðvitað eftir gosbörnum Grýlu og svo erum við með Hamarsvöllin hér undir hamrinum og það er spurning hvernig við afgreiðum það saman, hvort við setjum að stað eitthvað samkeppnilega íbúða eða hvað það er. Ég held að við ættum að huga því og það eru stórglæsilegt mannverki sem er auðvitað ekki reist til 10 ára, heldur til mun lengri tíma. Takk fyrir þetta, Hjörvar. Svo sem það getur til og kannski ágætt til að bæjarstjóra og taka það áfram eða setja henni til þess að vinna það og hvort það eitthvað eins líka sem ekki hafa gert selt nafnin á vellinum, einhverju auglýsinga. Getur ekki það? Já, forseti og aðrir góðir tilheyrendur. Ég ætla aðeins að bara fylgja þessu stuttlega eftir þessu góða máli. Þetta er náttúrulega eitt af stóru verkefnum ársins sem samþykkt var. Og það er gott að þoka því áfram. Þetta er sem sagt annar áfangi í þessari framkvæmd af gervigrasvelli. Og við berum vonir og væntingar til þess að verktakinn geti hafið störf sem bara allra fyrst og nái svolítið að nái framgangi í verkinu áður en að
svona harðasti veturinn dynur á okkur og svo gerum við ráð fyrir því að verkið fari af stað eða verði öllu heldur tilbúið svona snemmvors, ef við getum orðað þannig, og lagt þá gervigras yfir og völlurinn verði spilhæfur í vor. Það eru markmiðin og það er bara ágætt að tala hreint út það og það verður gjörbylting á aðstöðu knattspyrnuiðkunar í Hveragerði. Þannig að, og það er náttúrulega megin markmiðið hlýtur að vera þessi íþróttauppbygging, þannig að þetta eru gleðitíðindi fyrir íþróttahreyfinguna í Hveragerði og við þurfum bara að fylgja þessu fast eftir. Takk fyrir það, Pétur. Liðstekna, Sigmar Gilsson. Já, ég get alveg tekið undir þetta. Þetta er bara gott mál að þetta sé að þokast áfram og bara gott að heyra á þessum tímapælingum og við náttúrulega samþykkjum þetta. En við erum samt með bókun sem hljómar svona. Fulltrúar biðlistans lýsa áhyggjum sínum yfir því að Íþróttafélagið Hamar geti ekki boðið iðkendum sínum á öllum aldri upp á viðeigandi aðstöðu til íþróttaiðkunar yfir vetrarmánuðina enn eitt árið. Takk fyrir þetta sem var Sandra, ef svo vil. Forseti, það er bara gleðilegt að tilkynna ykkur hér að Hamar fengi úthlutaðan tíma í kórnum í Kópavogi og þannig að það er bara býð ykkur velkomin hérna Hamarsmenn mína menn hérna í hlýjuna í Kópavogi. Þannig að það er úthlutað tíma þar, ef mann rétt laugardaga frekar sunnudag og hvort það sé mögulega bara bæði. Þannig að Hvergisbar hefur og þeir sem fara með það málefni hér hjá bænum hafa fengið til úthlutuna þar. Þannig að það komast allir inn í hlýjuna í vetur og ég fagna því innilega. Takk. Takk fyrir það, Sandra. Enginn annar biður orðið, þá ætlum við að leggja til að bæjarstjórn samþykkir að taka tilboð Stjörnugráða e.h.f. í verkið og þeir sem samþykkir gera verkið. Það er samþykkt samhliða. Þá er það fundargerð með öðru leyti til umræðu. 16. Er ég að fara fram með ykkur? KPMG, gott eldast. Já, þetta er hérna á blaðaskiptunum hérna. Það er liður 16, gott eldast. Skýrsla KPMG sem er afgreidd sérstaklega. Bæjarstjórn samþykkir að komið verði á fót verkefnahóp sem stýrir verkefninu á undirbúnings- og þróunartímabili í samræmi við niðurstöður skýrslunnar. En orðið er laust. Gjörðu svo vel. Forseti, já, ég fagna því mikið að þetta verkefni sé að þokast því að þetta búið að standa til hefur verið í deiglunni sem byrjun árs 2002 að ég best veit. Og það er, nei 2022, sagði það ekki? 2022. Já, 2022 fyrirgefðu. Og en það sem að ég svona, að því ég fletti í gegnum þessa skýrslu að þá var eitt sem kom mér svolítið á óvart að því ég veit að það var greitt fyrir minnir þessi 2,5 milljón fyrir þessa skýrslugerð, þessa vinnu með KPMG að þeir eru ennþá að nota tölur síðan 2022 og mér finnst þetta aldrei out of date að nota það núna. Það eru bara gamlar upplýsingar að mér finnst og svo að þú talar niðurstöðuna í þessu að þá er ekkert komið inn á að því að þetta varðar Hveragerðisbæ og HSU og ráðuneyti og Ás eða Grundarheimilin að þá er ekkert talað að Grundarheimilin koma að þessu upphæð og ég veit alveg ég tengist inn í þetta en mér finnst mjög skrítið að þeir sem eiga svo í framhald að veita þjónustuna kom ekki að uppbyggingarstarfinu við þetta. Þannig að ég hef svona pínu þetta tvennt sem ég finnst svona skrítið við þessa afgreiðslu. Takk fyrir það. Ég hef ekki svör á því af hverju það er Pétur hefur kannski veit ekki, ekki svör Pétur. Já, forseti, bara takk fyrir mjög góðar athugasemdir, Alda. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara fyrst og fremst að taka til skoðunar. Mig langar aðeins að koma inn á það sem er náttúrulega niðurstaða þessara skýrslu er fyrst og fremst að
koma þessum hópi af stað sem á náttúrulega að vinna málið áfram. Þetta kannski verkefni er eitt af því sem að, svo ég bara segi ykkur frá því, beið mín á mínu borði þegar ég hóf störf í maí og var svona ákveðið metnaðarmál að koma í einhvern ákveðinn farveg sem ég held að þessi skýrsla sé að gera. En það er hins vegar, mér finnst alveg koma fram líka fram í skýrsluna að það er verk að vinna til þess að draga saman allar upplýsingar til þess að vera fullviss að markmiðinu sé náð sem er að samþætta þjónustu, efla þjónustu. Og það er mjög gott að það komi fram að þetta verkefni er ekki ætlað að finna einhverja hagræðingu í þessari þjónustu, heldur að auka við gæðin náð þjónustunni á sama stað. Og það er alveg ljóst að Ás, Grund, leikur lykilhlutverk. Algjört lykilhlutverk í því að ná þessu verkefni á þann stað sem að því er til ætlað að efla þjónustuna við þessa borgara. Ég held að það sé kannski grundvallaratriðið í þessari skýrslu er að hópurinn núna kemur saman og fer að vinna markvisst og ég held að það sé mikilvægt að kjörnir fulltrúar fái síðan kynningu á framvindunni reglulega, en fyrst og fremst þetta að markmiðið er að efla þjónustuna og gæðin og það er niðurstaða sem við öll stefnum að held ég á endan. En það er gott að þessi skýrsla sem komur fram og það er góð gangur á málinu sem við viljum. Takk fyrir það, Pétur. Hvað fleiri? Sigrún bara fyrir svo. Forseti, ég langaði til þess að tjá mig aðeins lið 8. Er ég fljótur á það? Já, klárum það fyrst. Já. Þá byrjum. Já. Það eru fleiri sem ruggla, það er bara. Heyrðu, þá ætlum ég að bera lið 16 upp til samþykktar og samþykkt gemerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er fundargerðin að öðru leyti umræðu og þá nú er það ekki svöld. Það er ekki rétt. Afsakið þetta. Já, það er semst liður 8 sem er bréf frá fasteignafélaginu Eik þar sem þeir voru skörtir viðræðum við Hverfisbæ kaup á eldri hluta byggingarnar við Óskaland. Og við náttúrulega eins og þau eflaust vitið og kemur fram í okkar bókunum erum ekki sammála þessa aðferðafræði þar sem er verið að rauninni að ganga til samninga það hugsanlega sölu á eign sem við eigum að ég held skuldlaust og það mér sýnist á einhvers konar tombóluverði. Þannig að við erum ekki ánægð með þetta eins og kom fram í okkar bókum í þessari fundargerð en okkur langar samt til þess að nýta tækifæri hér og spyrja bara hvernig viðræðurnar við fasteignafélagið Eik standa í dag, hvort það hefur farið fram samtal eignarhald á eldri hluta byggingarinnar og einnig að spyrja út í tímalínuna hvernig hún stendur núna, hvenær byrjar starfsemin á nýju deildunum á Óskalandi og hvernig gengur að ráða starfsfólk? Takk fyrir það Simon. Ég held að sé þannig að það er ekki umræðu sölu, heldur mögulega sölu. Já. Bara svo þessi leiðrétt. Sandra, ég man ekki hvað var undan Pétur gjör svo vel. Sandra, vilt þú vera undan og þú kemur? Já, Sandra. Forseti. Pétur kannski kemur inn á og svarar svona þessum spurningum sem bækurinn sem var spyrum. En áhugavert og ég hjá eftir, þú veist, að ég held og tombóluverð og annað slíkt sem slengt fram án ábyrgðar. Ég set alveg pínu athugasemdir við það þegar ég held að það sé eign sem við eigum og þú veist, tombóluverð, það kemur ekkert fram verðið. Með fjárfestingaráætlun sem við settum fram í fyrra og kemur alveg skýrt fram þegar fjárhagsáætlun verður til umræðu að þá gerum við og gerðum við alltaf ráð fyrir því að kaupa þessa eign sem er verið að byggja núna við bygginguna að 7 ára tímabili. Og það var auðvitað ástæða þess að þessi leið var farin var vegna þess að gríðarleg uppbygging innviða og það var bara ekki möguleiki fyrir bæjarsjóð að fara í framkvæmd að framkvæma og byggja leikskóla, grunnskóla, 4. áfangann
íþróttamannvirki og annað slíkt. Þannig að þetta var lausnin sem var fundin á þessum tíma, passaði vel inn í skuldahlutfalli hjá Hveragerðisbæ og hvað fjárflæði og annað varðar. Þannig að Pétur kannski fer yfir það líka hvað þetta statt. Ölfus á vissulega hluta af þessari byggingu og þá þarf auðvitað að bara skoða allt, skoðun í kjölinn á þessu öllu en eins og ég segi, Pétur fer yfir það eftir smástund en alltaf var gert ráð fyrir því að við myndum kaupa upp þessa viðbyggingu sem verið að byggja núna eftir 7 ár. Þannig að mér langaði bara að koma því á framfæri. Takk. Þetta er vel röð, sko. Já, og Á ég ekki bara að koma seinast við? jú, kannski Það er allir. það vitafórsturinn. Já, Aha. alltaf ég aðeins bara á því leitið þá var náttúrulega upphaflega í samtalinu við eitthvað að tala að opna þennan möguleika, að taka samtali og ræða og við ræddum því bæjarráði í þetta að Friðrik bókaði mótorshjólið loka á það strax sem ég finnst eðlilegt bara frá mínu sjónarhorni að taka samtali hvort þeir selja eða ekki selja og það er það sem er mesta ferli í og því var vísið á bæjarstjóra að leiða það þannig að hann getur kannski sagt það gert það betur. Já, forseti, bara takk fyrir góða spurningar. Þetta eru mikilvægar spurningar. Ég veit þetta brennur á Hveragerðingur og þetta er dálítið mál málanna. Það er Óskalandi og það er bara eðlilegt. Ég ætla að fara aðeins yfir svona upphafið af málinu. Það er náttúrulega gert samkomulag, þríhliða samkomulag sem að inniber einhvern veginn svolítið þannig að það er einhver að fara að byggja, það er einhver að fara að kaupa og það er einhver að fara að selja. Og svo er þetta náttúrulega samkomulag útlistað og hluti af þessu samkomulagi er að það er gert ráð fyrir þessum viðræðum sem að bréfið formgerir frá forstjóra Eika. Þannig að í sjálfu sér er þetta bara eðlilegur gangur á samkomulagi sem var undirritað núna í upphafi ársins. Þannig að, og það er málið statt og mér var falið að fylgja málinu eftir. Og það í raun og veru bara fullnast þess núna með afgreiðslu bæjarstjórnar og þá er náttúrulega bara einhendur okkur í það. Ég held að það síðan sé mál sem sé mjög mikilvægt að ná einingu innan bæjarstjórnar ef það er einhver möguleiki. Þessu mál eru þess eðlis að þau eru mjög stór og viðamikil og það er mjög mikilvægt að það náist einhver svona heildarbragur á, ef ég bara á að orða það þannig. Það er ekkert annað í borðinu og það kom fram á verkfundi núna í síðustu viku sem væntanlega fer inn í bæjarráð eftir viku að tímaáætlunin er ennþá 15. desember og það hefur ekki breyst. Og við vinnum samkvæmt því þannig að við gerum ráð fyrir að þessar 4 nýja deildir, þessi nýja viðbygging verði komið í gagni á nýju ári. Ég ætla samt ekkert að fara í grafgötu með það, að þetta er mest krefjandi verkefni sem við höfum unnið að alltaf. Það er bara, það er engin ástæða til annars en bara ræða hlutina eins og þeir eru. Og við höfum þurft að nota, við höfum notað mikinn mannafla í Hveragerði til þess að fylgja verkefninu eftir. Og það er þess vegna meðal annars sem að ég hef sagt að áður á þessum vettvangi, ég ætla bara að ítreka það að ég hef trú á byggingunni. Ég held ég séum með gott hús í höndunum þegar við fáum það afhent og við förum að leigja það. Og ég held að þessar 4 byggingar, eða deildir öllu heldur, eigi eftir að leysa í nánast það sem ég kalla bráðavanda biðlistana sem er gríðarlega aðkallað fyrir foreldra. En þetta hefur verið mjög krefjandi verkefni en ég er mjög stoltur af því hvernig Hveragerðisbær hefur nálgast það, látið það ganga og það sér fyrir endan á því og þá náttúrulega þurfum við svolítið að gera það upp líka og það er mjög mikilvægt bara við sem stöndum að bænum, kjörnir fulltrúar, bæjarstjóri, starfsmenn, að við förum svolítið heiðarlega í gegnum það hvernig uppgjörið er og ekki bara peningalega. Heldur bara hvernig leið okkur í þessu, hvernig rættist því sem við ætluðum okkur að gera, það er mjög mikilvægt. Þannig að það er margt í þessu verkefni sem að þarf að ræða.
En það, sko, hvað varðar framkvæmdirnar, þá svona hillirinn til loki, en það þannig að mjög margar klukkustundir á deginum hjá okkur fara í þetta. Og það þarf bara að ræða það og ávarpa það. En ég líka, og hef tröllatrú að því við veitum þessum klukkustundum í verkefni, að því við fylgjum því eftir, þá held ég að á endanum þá leysist þetta allt saman. Varðandi kaupin á gömlu byggingunni, þá finnst mér það vera, það algjörlega órætt mál og á algjörlega bara eftir að vinda sér ofan í það. Þannig að það ekki tímabært að mínu viti að fara að tala einhverja tölur í þessu samhengi. Það verður við væntanlega bara einhvern veginn að leiða í ljós í þessu samtali og þau fyrstu sem að fá þær tölur eru þig og þá getum við farið að mynda okkur okkar afstöðu. Það held ég sé grunnurinn. Þannig að bara, ég held að þetta hafi verið svona giska spurningarnar. Þið pikkið í mig ef það vantar eitthvað upp á. Takk fyrir það. Já, ég kannski bæti við að sjálfsögðu þarf að ræða við Ölfus þennan fund varðandi eldri byggingum og bæjarstjóri var að fara ekki að hérna bæjarstjóri, það ræddu við það. Og eitt líka var Guðrún búinn að, Gunnvar, var búinn að segja að það voru margar umsóknir komnar inn, umsóknir í störf í leikskóla, þannig að hann var mjög ánægður með fjölda umsókna og það var mikið að velja og ræddi þannig að hún var ekki í vandanum með að fá gott fólk í skóla. Ég man ekki hvað var undan þegar ég lítið. Bara flest. Sigmundur. Það var bara rétt að ég biðist ekki bara afsökunar á orðalaginu sem ég notaði á hann, fyrst að Sandra gerir athugasemdir við það. Sko, ég náttúrulega held ekkert það að Óskaland sé að Hverfisbær eigi það skuldlaust og ég hef sagt það, ég veit það. Og bara biðst afsökunar að hafa orðað þannig. Ég stend samt aftur á móti og ég heyri það alveg að tölurnar, eitthvað finnst ekki tímabært að tala tölur en Eik nefnir samt tölu í þessu bréfi 320 milljónir og það það sem ég að vísa til sem ég kalla topóluverk og þið geta alveg verið ósammála mér í því ef þið viljið en það er minnst mín skoðun. Takk fyrir það sem er ágætt. Já, forseti. Nú talaði Pétur svo lengi að nú er ég eiginlega búin að gleyma hvað ég segja. Sko, jú, það var annars vegar, þú komst nú inn á það, Halldór, með að það er það búið Ölfusi með það því að við eigum þetta ekki ein og ég hafði svona spurningur hvað, ætlum við bara að selja það en ætlum við svo að eiga útistofurnar eða þið er eitthvað búið að hugsa þetta lengra og svo skil ég ekki alveg ef að það er bara öllum ljóst hérna inni að þetta hafi bara átt að vera til 7 ára. Akkur var samningurinn þá ekki settur upp þannig uppalega? Þú veist að því hann var ekki settur bara upp til 7 ára ef við höfum alltaf ætlað að kaupa hann eftir 7 ára. Þannig að það er svona þetta, en svo vantaði svarið við starfsmanna. Halldór komur inn á það aðeins. Já. Ég er ekki fundum saman. Nei, já. Ég held að þetta hafi verið allt. Ég skrifaði annars. Það skulum við bara... Takk fyrir þetta. Sandra, varstu með margir ekki? Svo vel. Ég ef ég geti ráðið hvort að við yrðum með meirihluta til lengur en 4 ára í senn, þá væri það bara gott en það er auðvitað í höndum íbúa að kjósa hér. Þannig að okkur fannst bara eðlilegast að þetta væri ekki skuldbinding, að það væri meirihlutans að þeirri sinni að ákveða það. Við gerum 10 ára planið okkar hér meirihlutin sem situr nú. Svona 7 ára samningur og það er kaupréttur af þeim árum loknum af því að við gátum stillt fjárhagsáætluninni þannig upp og fjárfestingaráætlun og það þess vegna er þetta kaup-ákvæði á 7 ára tímabili loknu en það er auðvitað þeim sem að sitja þá sem taka ákvörðun það hvort að þeir kaupi eignina þá eða að nýti sér 7 ár til viðbótar. Þannig að mér langaði aðeins að koma inn á það. Það svöruðu þetta Halldór svaraði með starfsmönnum en það sem mér langar bara eiginlega að koma hér inn á núna og bara bjóða ykkur bæjarfulltrúum hér það er skólanefndarfundur Hverfisbæjar á mánudaginn þar sem að nefndarfólki þar sem þar sitja fá að koma og kíkja aðeins á nýbygginguna við Óskaland og þannig að það væri bara ótrúlega gaman að sjá alla bæjarfulltrúa ef þið hafið tök á að kíkja þar með okkur og skoða. Það var auðvitað áætlun að taka fund á nýju ári í nýbyggingunni en ég held að það séu allir bara mjög spenntir að skoða bygginguna og við getum bara eiginlega ekki beðið eftir
eftir því að skoða. Þannig að mér langar bara að bjóða ykkur formlega til þess að koma og ég skal senda ykkur tölvupóst með þess efnis klukkan hvar hann er. Þannig að bara hlakka til að sjá okkur. Takk. Takk fyrir það Sandra. Pétur var byrjað á það. Já, sko forseti, mér finnst mikilvægt að svara því sem aðra mig á greint. Og það hefur farið fram úr björtustu vonum fjöldi umsókna við sérstaklega nýja leikskólana. Það er til dæmis eitt af því jákvæða sem við höfum upplifað í þessu. Við gerðum ekki, eða öllu heldur við vissum að það yrði dálítil áskorun að manna nýjar deildir, en það hefur farið fram úr björtustu vonum. Það er líka gott að undirstrika það sem Halldór kom inn á og er í raun og veru afgreiðslunni í bæjarráði. Það er í raun og veru fyrst og fremst best að taka samtali við Ölfus fyrst og snúa sér síðan að eign vegna þess að það var nú hluti af því sem við þurftum að leysa úr í apríl og þó að það hafi verið gert greiðlega síðan, þá er það mikilvægt að við forgangsröðum svolítið þessu vegna þess að það er þannig að þó ólíkt hlutfalli sé, þá erum við í þessu samstarfi með gömlubygginguna. Þannig að það er mikilvægt að byrja á þessu. Þannig að en svo bara undirstrika ég það sem skiptir eiginlega öllu máli. Það er að þegar við sjáum nýjar leikskóladeildir vera komnar í gagnið og sjáum foreldra einhvern veginn búin að leysa sín mál á biðlistum og glöð börn og ánægt starfsfólk, þá held ég að það sé vinnu ársins virði. Þannig að ég trúi því að það held að. Takk. Það tekur alls sem þjóðar að sjá. Forseti. Já, ég ætlaði nú bara að því að það var ranglega að fara með áðan. Sko það getur ekki verið þannig að núverandi meirihluti sé ekki búinn að skuldsetja og ákveða fyrir bæjarbúa. Það er búið að stofna til þessa skuldar. Þannig að það er ekki hægt að segja að bara einhver sem tekur við eftir einhvern ákveðin tíma, hann bara á að skera þetta. Það er bara ekki rétt, farið með. Þetta er svona bestilega deila tvö mál, finnst mér alltaf sem að ræðum. Náttúrulega að kaupa á gamla leikskólanum og síðan er samningur nýja leikskólanum. Við höfum kannski eftir að ræða þetta áfram eitthvað mikið, einhver annars sem getur verið. Hvað er þessu fyrir eksemplu? Samningurinn er þannig að við leigjum til 7 ára og þá er tækifæri til þess að kaupa bygginguna. Ef við kjósum að gera það ekki eftir 7 ár, þá framlengist það 7 ár. Þannig að það hlýtur að vera þeirrar bæjarstjórnar á þeim tíma, þegar þessar 7 ár eru liðin, að ákveða hvort þeir kaupi bygginguna þá eða kjósi að leigja áfram til 7 ára. Þannig er samningurinn settur upp. Þannig að þetta er bara mjög skýrt fyrir mér. Takk. Takk fyrir það, Sandra. Gjörðu ekki svo vel og síðan til og mælum fyrir og í þessu. Sjötta lagutækinu. Forseti. Ég er alltaf stuttur. Já, bara ágætt umræða á margan hátt. Það er rétt að komi skýrt fram að engar ákvarðanir verða teknar sölu á gamla leikskólanum. Það er hins vegar ákveðið þessu samningi að taka upp viðræður það. Og þar af leiðandi hafa engar tölur verið ákveðnar, þó að annar aðilinn hafi eitthvað í huga, þá þýðir það ekki að hinn samþykki það. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga. En við langar bara líka að nefna að þið munið af hverju var farin þessi leið og það var meðal annars svo að þurfti líka að bæta starfsmannaaðstöðu á Óskalandi. Og það var útboð fyrir líklega 3 árum og sem var held ég 60% yfir kostnaðaráætlun. Það væri 200 milljónir að bæta starfsmannaaðstöðu. Og þá var ákveðið að fara þessa leið að byggja við og leysa starfsmannaaðstöðu en líka fjölga deildum. Og ef þið hafið labbað hana framhjá þá sjáum við að þetta er glæsileg bygging. Þetta er ekki gámalausn eins og þær 2 deildir sem eru út á lóðinni núna. Þetta er þetta, ef við getum orðað, alvöru bygging, glæsileg. Og
það er gaman að heyra því að það eru margar umsóknir, það eru margir sem vilja vinna þarna og ég held að það sé hluti af því að það verður bara glæsilegt og gott húsnæði, gott að vinna þarna. Og þetta líka Hveragerði spennandi staður. Og svo munum við taka hér fyrir síðar á fundinum, það er að auka bílastæði á staðnum. Þannig að mér sýnist að það sé nú bara að rætast mjög vel úr þessum málum og ég tek undir með Petri að það verður gaman að sjá þegar húsnæði verður komin í notkun og ég held að við getum að vera öll ánægð með húsnæði þó við séum kannski ekki endilega sammála um leiðina sem við farin að í þess að fjármagna þetta. En svona kannski aðeins að því, bara vegna þess að ég er gaman að sögunni. Þá stöndum við hér í húsi sem er leigt, sem var ákveðið í meirihlutatíð Sjálfstæðisflokksins að taka á leigu árið 2017. Það er samningur til 20 ára, óuppsegjanlega fyrstu 15 ári. Og þannig að það er ekki fyrir 2032 að það sé hægt að fara að huga mögulega að fara hérna út og taka annað á leigu ef svo er. Ég held að það sé ekki kaupréttar ákvæði í þeim samningi að vísu. Þannig að já, ef við bara svona berum þetta saman, þá er útgönguleið úr leikskólasamningur eftir 7 ár. Hún er ekki hér fyrir að 15 árum frá undirrituðsamnings. Takk fyrir þetta, Njörður. Mjög stutt. Mjög stutt. Að þú sagðir með þetta húsnæði, ég man ekki betur en að þessi samningur hér hafi verið gerður fyrir í Sunnumerkinni og hafi verið færður hingað upp yfir. Takk. Þú erum búin að svara þessu, Njörður? Já. Hjörsver. Forseti. Þetta er að hluta til rétt, en samningurinn var lengdur af Sjálfstæðisflokknum við mælinginu sem er að leigja Eik. Nei, Reitum, já. Var framlengdur og þannig að ég held að hann hafi verið framlengdur mögulega 10 ár eða eitthvað slíkt, sko. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn gerði þennan samning óuppsegjanlegur til 15 ára. Það var ekki gerður í Sunnumörk, heldur var gerður hér varðandi þetta húsnæði. Takk fyrir þetta, Njörður. Það ætlum að loka mældagskrá þessu. En þótt ekki sáttum fjármögnuna á nýbyggingunni, þá vanti verið sáttum sem Pétur sagði eldri byggingarna, hvernig það hefur afgreitt. En það er bera fundargerðin til staðfestingar, hvernig staðfesta fundargerðin. Það er gert samhliða. Þá fyrir við þriðja lið, það er fundargerð menningar, atvinnu og markaðsnefndar frá 10. október 2024. Það er liður afgreitt sérstaklega 10. Það er liður 10, listamannahús í Varmahlíð, sem er afgreitt sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að uppfæra reglur úthlutun á listamannahúsins Varmahlíð í Hveragerði og þær taki gildi strax orðið er ljóst. Engum kveður sér hljóðs, þá ber ég þessa tillögu til samþykktar, þetta er samþykkt merki, það er samþykkt samhljóða. Þá fundargerðin að öðru leyti til umræðu. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég til staðfestingar. Þessi staðfesta fundargerðina, merki, staðfesta samhljóða. Þá fyrir við í lið 4 sem er fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 5. nóvember 2024. Þar er liðir afgreitt sérstaklega nr. 1, 2, 4, 6 og 8. Byrjum með lið 1 og það er deiluskipulag miðbæjar og deiluskipulagsbreytingar stækkunar íþróttahús sem er afgreitt sérstaklega. Það er smá bókun hérna að bæjarstjórn fagnar málinu. Deiluskipulagsbreytingin mikilvægur og nauðsynlegur áfangi í stækkun íþróttahúss Skólamörk. Í kjölfarið mun nýstofnuð byggingarnefnd hefja störf og fylgja hönnun og framkvæmd eftir á stækkun íþróttahússins. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki deiluskipulagsbreytinguna óbreytta frá auglýstri tillögu í samræmi við 3. málsgrein og 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 en orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þessa tillögu til samþykktar. Þessum samþykki gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 2, það er Vorsabæ 7, óskum breyting á deiluskipulagi sem afgreiða sérstaklega. Það er hérna samkvæmt erindi í lóðarhafa er að óska eftir breytingu á lóðarblaði fyrir Vorsabæ 7. Bæjarstjórn, það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu aftur til umfjöllana í skipulags- og umhverfisnefnd og felur nefndin að leiðbeina lóðarhafa að breyting á lóðarblaði kalli á breytingu á deiluskipulagi svæðisins. En orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þá ber ég þessa samþykkt upp til afgreiðslu til samþykki gefa merki.
er samþykkt samhliða. Þá er liður 4. Óskar tillaga að fjölgun bílastæða og eflingu öryggis og gangandi vegfarenda sem þarf að afgreiða sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki að fela skipulagsfulltrúa að láta gera breytingu á deiliskipulagi leikskólans og fjölga bílastæðum sem bætir umferðaröryggi en orðið er laust. Er svo vel saman? Forseti, bara það er bara ánægilegt að það sé verið að taka á þessu bílastæðamálum í kringum Óskarlandið og þetta er atriði sem við höfum töluverðan áhyggjur af og höfum rætt hér áður. Mér langaði til þess að spyrja hver áætlaður kostnaður við þetta væri og hvort hann liggi fyrir á þessu tímapunkti. Takk fyrir það sem var. Ég hef ekki með töluna við kollum en Pétur Gjöfsvöld. Já, forseti, aðrir góðir tilheyrendur. Þetta er góð spurning og ég veit að þetta brennur á mörgum. Við fórum í heilmikla vinnu núna, langar mig að segja fyrir svona mánuði síðan, þar sem við þurfum að leiða bara ólík sjónarmið saman, þar sem að skipti mjög miklu máli ef sá sem að hér talar lýsir sinni skoðun, það er að það komi einhver bílastæði suðvestan í réttarheiðina þar sem að í raun og veru nýri inngangur að nýri viðbyggingu er. Þannig að foreldrar geti þá farið stystu leið inn í viðbygginguna. Þar verði þá meðfram veginum hugsað svona, kannski ekki beint sleppistæði, ég held að það sé ekki viðeigandi að segja það, heldur stæði samt sem að gera ráð fyrir mjög stuttum tíma, stopptíma. Þannig að það var eiginlega svona meginmálið og svo að fjölga bílastæðum bara í samhliða því að það er einfaldlega verið að fjölga börnum við leikskólann hinum megin í réttarheiðinni. Skipulagsfulltrúi er einfaldlega að hanna þessa breytingar núna þannig að þegar það liggur ljóst þá getum við kostnaðarmetið það, þannig að ég mun bara upplýsa kjörnarfulltrúa það þegar það liggur fyrir. En ég geri ráð fyrir að það verður nú bara strax á nýja ári einhverju niðurstaði því þetta eru ekki kannski mikla breytingar þannig. En ég held að lykilstaðreyndin er að þarna er búið að sjá fyrir og tryggja stæði þarna suðvestan megin sem að geri bara aðkomu foreldra miklu betri að nýju byggingu. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir þetta Pétur. Ég held að líka til að umferðaröryggi að bæta það að þetta verðist einhver sinni kæsla þarna sem er flott. Eitthvað annars? Forseti, já, að þið verum að tala bílastæði, langaði mig bara, nú man ég ekki hvort það hafi sést á myndinni, hvort þessi gert ráð fyrir stæði fyrir fatlaða einstaklinga, ég man það ekki, og hvort að það er þá á þessu nýju suðvestan megin. Svona ef við erum að hugsa út í þá veruna, nú veit ég það ekki en kannski bara koma því að. Já. Takk fyrir það, bara góð ábending. Fleiri? Það er þarna. Það er gert ráð fyrir allavega norðan megin. Við varum að tala suðvestan. Ég veit að, já, það er gert ráð fyrir föllum en ég veit ekki hvað sé hérna megin. En það er ágætis ábending. Ef ekki fleiri þá ber ég lið 4 upp til samþykktar fyrir samþykki að merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við lið 6 og það er leyfi fyrir rafknúin farartæki göngu og reiðstíga sem er afgreitt sérstaklega. Og það sem bókan að bæjarstjórn er áhugasöm með erindið og fyrir bæjarstjóra að afla frekari gagna. Bæjarstjórn bendir á hvað varðar reiðstíga að nauðsynlegt er að haft sé ítarlegt samráð við hestamenn varðandi akstur rafknúinna farartækja og reiðstígum en orðið er laust. Engin hversu ljós. Forseti, já, ég er svona aðeins hugsi, ég er að spá í hvort að Lions-klúbburinn sé, að þetta er eiginlega tvennt, þú veist, ef það verið að hugsa eldri borgara eða þá sem að eiga við fötlun að stríða og ætla að fara á litla skúturnu sínum, þú veist, í einhverju svona gönguferð, hvort að þetta sé svoleiðis eða hvort að þetta er sérstaklega motocross hjól með tilheyrandi á aðhald. Takk fyrir þetta. Ég skil áhyggjurnar og það er
semst í þessu felst að fela bæjarstjórn að taka samtal Lengra bara bæta hans. og gjörðu svo vel. Og já, það er svo að segja að bara það er gott að fela bæjarstjóra að fara í þetta samtal en við bara var okkur á því að svona getur verið fordæmisgefandi. Ef við ætlum að leyfa einum hóp að keyra á hvað ég segja, drifnum faratækjum, hvernig ef það að banna öðrum það, og unglingar eru líka á svona faratækjum, sko, þannig að bara við gerum ráð fyrir að Pétur taki á þessu í samtalinu. Takk fyrir það, getur færslega fyrir því. Getur alltaf bara einhver staðfest á það. Getur vel betur. Já, forseti, sko þá upplýðis ég að þetta er uppáhaldsmálið mitt á dagskrá fundarins og mér langar bara að nefna það að það er ómetanlegt og það skiptir öllu máli að við séum með borgara sem eru skapandi, alltaf einhvern veginn að hugsa ný verkefni og þá sérstaklega er ég áhugasamur það ef þessi verkefni eiga þann vilja og þann kraft að vilja bæta líf annarra með einhverjum hætti og það er náttúrulega þetta erindi hverfist í kringum það. Ég held að það sé eins og að þurfa að vinna þetta dálítið vel og það er til dæmis mjög mikilvægt að hestamenn séu mjög vel í ráðum þegar ráðgert að fara reiðstíga og það er til dæmis mjög flókin umræða sem að þarf að eiga sér stað en fyrst og fremst held ég að sé mjög mikilvægt þegar við fáum svona erindi að við tökum þau með opnum huga og vinnum þau einhvern veginn staðinn fyrir að bara segja computer says no. Þannig að og ef okkur tekst vel til að þá kannski getum við búið til einhverja afþreyingu og einhverja þjónustu kringum hópa sem að kannski þurfa á því að halda. Þannig að mér finnst þetta fallegt og ég held að sé tilraunir að verði að reyna að koma einhverju skynsamlegu saman þannig að það auki velferð og gæði íbúa. Takk fyrir það, Pétur. Ekki fleiri hversi hljós, þá byrjum við 6 samþykktar, þeir sem samþykkja með merki, það er samþykkt samhljóða. Það liðar 8, delamörk 1A til 1C, umfangsflokkur 2 sem þarf að afgreiða sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að veitt verði byggingarleyfi fyrir 7,1 fermetra sólskála sunnan megin við Ráðhúsið að delamörk 1A. Bæjarstjórn bendir á að samkvæmt 4. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 skal grenndarkynna að nýju. Það byggingarleyfi ekki verið gefið út innan eins árs frá afgreiðslu sveitarstjórnar. En orðið er laust. Enginn bauð sér hljós og það beri lið 8 upp til samþykktar. Það samþykki ekki að merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er fundargerðin að öðru leyti til umræðu því sem vilja bauð sér hljós. Það er á Kristín sem Og ég líka, já, mér fannst ég ætla að fara að staðfesta þetta. Já, ég ætla að staðfesta þetta. Fullt á höndum. Já. Fólki leinsmáli. Mér langaði að koma hérna undir lið 5, Þorlákshafnarlínan. Og það er bara svona aðeins að vekja athygli á að nefndir fagnar tillögu að jarðstreng en bendir á að leggja ætti sogslínu í jörð í öllu landi Hvergisbæjar, norðan tengivirkis, nánar tiltekið Sólborgarlandi. Og mér langar bara að vekja athygli á þessu. Þetta er auðvitað mikilvægt málefni þarna og gríðarlega bara stefnumarkandi fyrir okkur hér í Hvergisbæ að fá línuna ofan í jörð. Svo að það sé hægt að halda áfram að þróa það hér í hvora áttina sem að það verður fyrst. Þannig að ég fagna þessu og vonandi getum við þrýst á að fá hana alla ofan í jörðu. Af því það væri bara til bóta upp á og svo landið þar undir það sé hægt að byggja á því. Þannig að bara, já, langar að vekja athygli á þessu. Takk. Takk fyrir það, Sandra. Það voru þetta samþykkja að finna, já. Á ég að vera, ég var ekki að samþykkja að finna. Nei, og ég bara, ok, ég svo vel. Forseti. Álag á handbóri. Já, það var svo margir. Já, ég ætla að vekja athygli á lið númer 3 sem ég finnst mjög áhugaverður og að því að við erum í Blómabænum
þá náttúrulega vil ég alltaf sjá miklu meira af gróðri heldur en af spýtum eða steypu og hafa þetta svolítið hreint, ekki fullt af smáhýsum út alla garða og upp við allt. Þannig að ég er bara rosalega ánægð með að það eigi að fara að halda áfram með þessu vinnu. Takk. Takk fyrir það. Gjörðu Jósef. Forseti, ég ætla nú í raun og veru að nefna það sama og Sandra kom hér inn á, sem ég held sé bara mjög mikilvægt atriði og raun og veru eitthvað sem Hveragerðisbær á að sækja, að línan verði lögð í jörðu í öllu landi Hveragerðisbæjar, í Sólborgarlandinu. Nú er að vinna að nýju aðalskipulagi sem að mun gilda í 12 ár og ég held að ef við horfum 12 ár fram í tíma þá grunar mig að við munum færa okkur yfir Sólborgarlandið í uppbyggingu og þá er mjög mikilvægt að það sé búið að taka þetta skref að koma línunni í jörð sem að hefur verið umræða við Landsnet í nokkuð tíma. Þannig að ef það er verið að fara í framkvæmdir þá á sjálfsögðu að taka þetta alla leið. En aðeins varðandi fyrsta Alda nefndi hérna varðandi skjólgirðingar og þá vildum við að þetta er tekið aftur upp en þess að þetta var svona óljóst hvernig þetta var afgreitt og stundum voru að koma hérna inn beiðnir frá íbúum sem að vildu setja skjólgirðingar sem voru bara mjög snyrtilegar. Skjólgirðing og skjólgirðing er ekki að sama, bárujárnsgirðing er nú ekki kannski eða svolítið annað heldur en falleg skjólgirðing, steypt eða úr timbri. Þannig að okkur langaði svona að kanna hvort það væri ekki hægt að hafa meira svigrúm í þessu eftir aðstæðum. En við áttum okkur líka á því að þær ákvarðanir sem að bæjarfélagið tekur að þær eru fordæmisgefandi fyrir önnur mál sem að koma í framtíðina. Þannig að þetta er auðvitað vandmeðfarið varðandi þetta mál sem að margir hafa mikla skoðanir á. Takk fyrir þetta Mjölar. Annað hvað ég seti hljós. Ef svo er ekki þá fyrir fundargerð nefndir staðfestingar. Þeir sem staðfesta fundargerð gefa merki. Í staðfest samhljóða. Aðalliður 5. Fundargerð velferðar- og fræðslunefndar frá 21. október 2024. Þar er einn liður afgreidd sérstaklega, það er liður 1. Það er reglur akstursþjónustu fyrir fatlað fólk sem er afgreidd sérstaklega og lagt til að bæjarstjórn samþykki reglur Hveragerðisbæjar akstursþjónustu fyrir fatlað fólk og þær verði sendar stjórnartíðindum til birtingar í B-deild norðaustur. Ef enginn kveður hljóðs þá er liður 1 undir samþykkta og þeir sem gefa merki samþykki merki. Það er samþykkt samhliða. Það er fundargerðin öðru leyti til umræðu. Ef enginn kveður hljóðs þá ber ég fundargerðin upp til staðfestingar. Staðfestingar gefa merki, staðfest samhliða. Og það er fundargerð skólanefndar frá 21. október 2024 og það er enginn mál tekið sérstaklega fyrir og þá er fundargerðin til umræðu. Enginn kveður hljóðs þá ber ég fundargerðin upp til staðfestingar. Og liður 7. Fundargerð notendaráðs velferðarþjónustu frá 30. október 2024. Þar eru liður nr. 1 afgreidd sérstaklega og það er liður 1 skipan fundarmanna afgreidd sérstaklega og er búin að bæjarstjórn þakkar ÖBÍ tilnefningar og samþykktir eftirfarandi aðal og varamenn sem fulltrúi notenda í notendaráði félagsþjónustu samanber 3. tölulið C-liðar 48 greinar samþykktar stjórn og fundarskip Hveragerðisbæjar. En aðalmenn eru þá Sveinn Friðriksson, Valkyrja Sigrún Sigurðardóttir, Sigríður Anna Hjaltadóttir og varamenn Hilmar Heiðberg Björgvinsson, Guðjón Steinar Hákonarson, Það er vilja það útskýrða ekki. Það er Sveinn, það er með, Sveinn. En nafnið hennar er. Já, en það er ok, þá kemur það rétt í. Já, það er búið að breyta sig í kenningu. Já, og varðan þá Hilmar Heiðberg, Guðjón Steinar og Ásgeir Rölla og það er lagt til að bæjarstjórn bendir á að undir lið nr. 14 var tekið til fyrri umræðu breyting á samþykktum stjórn og fundarskip Hveragerðisbæjar þar sem nafn ráðsins er breytt. 12? Jú, sagði ég eftir 14? Já. Við stafsökum næstu. Þetta er eitthvað tilslagslega þannig.
að gera þetta tvisvar saman klukktímanum. Já, það semst að bæjarstjórn bendir á undirlið 12 á fundunum er tekið til fyrir umræðu breytingu á samþykktum í stjórn og fundarskap Hveragilsbæjar þar sem nafn ráðsins er breytt úr notendaráði félagsþjónustu í samráðshóp um málefni fatlaðs fólks. En þá er þessi liður 1 til umræðu. Enginn bauð sér hljóðs og þá ber ég þennan liður til samþykktar sem er 1. Samþykkt ekki af merking. Það er meðhluti til merki þessum móti. Einhverju sitja hjá og sitja hjá. Þá er fundargerðin öðru leið til umræðu. Njörður Björnsson. Forseti. Það er kannski fyrst aðeins að koma inn á það að ánægilegt að sjá að notendaráð sem að bráðlega heita samráðshópur sé komin af stað og þetta er mikilvægur vettvangur og svona almennt að þá er svona litið á að þessi notendaráð samráðshópur séu ráðgefandi fyrir sveitarfélög málefni velferðarþjónustunnar og mikilvægt að hafa. En svona og þarna í fundargerðinni er rætt ýmis mál svo sem innleiðingu farsældarlaga, stuðningsþjónustu í leikskólum Hveragerðisbæjar og nýtt námsferð í grunnskólum Hveragerði. Það er mismunandi bókarinnar undir þessum málum og svona við langar bara að beina því til samráðshópsins og mögulega annað að nefnda. Það er svona ekki gott upp á starfið að þegar við erum að fjalla tiltekin mál í tilteknum stofnunum að bara endilega fá fulltrúa frá stofnunum til þess að kynna málin. Þannig að ég held að það geti skýrt ýmislegt sem að þegar við erum að fjalla tiltekin mál að fá fulltrúa frá skólanum, leikskólanum minn til þess að fara yfir það sem við erum að fjalla. Takk fyrir þetta, Njörður. Sigurður. Ég komum kannski aðeins meira inn á þetta líka í lið 12. En ég er náttúrulega svona aðeins hugsið yfir þetta eins og Njörður, heyr ég sko. Ég fagnar samráðið þetta en ég tel samt sko, við erum með velferðar og fræðslunefnd líka starfrækta og við erum með skólanefnd starfrækta, heitir það ekki núna. Og samráð er hægt að vinna á ýmsan hátt. Það er hægt að boða til funda og kalla aðila á borðinu á þess að vera að búa til svona einhvern sérstakt stjórnsýsluafl í kerfinu sem að bæði kosta peninga, flækja málin. Ég meina nú þegar ég starfa í einum af þessum stofnunum, nú þegar þurfa stofnanir að taka saman kynningar fyrir til dæmis fræðslunefnd eiga stofnanir líka að taka saman gögn fyrir notendaráði. Ég velti bara fyrir mér hvaða flækjustig við erum að búa til, hvað við erum að fá út úr þessu og svo framvegis. Ég er ekki á móti þessu samráði en ég held aftur á móti að sko, hugmyndafræðina megi alveg ræða og allt kostar þetta peninga og ég velti fyrir mér hvort við séum hreinlega að búa okkur til verri stöðu með akkurat þessu. Því að það er ekki að stofnanir séu eitthvað að fela hlutina eða vilja ekki tala þá en það er bara mörg horn að líta á mörgum stöðum. Og svo náttúrulega hitt í þessu sem að við höfum svo sem alveg talað áður í D-listanum að mér finnst orka tvímælis að nefndir eða hópar séu sjálfir að búa sér til verklagsreglur. Mér skilst það að les fundargerðirnar þá sé það eitt af hlutverkum nefndarinnar að búa sér til sitt erindisbréf en samt í samþykktum Hveragerðisbæjar kemur fram að notendaráðinni sé sett erindisbréf. Þannig að ég held að þetta sé vont fordæmi að gefa að fólk hafi bara að hér geti bara komið upp eitthvað stjórnsýsluafl og ráðið í hvað á að gera, eins og mætti segja. Þannig að bara við höfum eftir að tala þetta seinna á þessu fundi. Takk fyrir þetta, Sigmars. Njörður. Ég fyrir ekki. Aldrei.
Sko ég er aðeins hugsa yfir þessu eins og Sigmar og ég fletti upp í samþykktunum okkar. Og þar stendur notendaráð hefur aðkomu að stefnumörkun og áætlanagerð sveitarfélagsins í málefnum sem varða notendur félagsþjónustunnar. Sko fyrir það fyrsta að þá það er ekki komið erindisbréf, bæjarstjórn er ekki búin að taka það fyrir og það er strax búið að taka út og bóka stofnanirnar okkar sem að ég tel að sé að vinna vel. Þannig að mér finnst þetta svona pínu einhvern veginn að það sé bara sjálfkrafa komið vald sem er í rauninni þá kannski bara aðra skólanefnd eða aðra fræðslu- og velferðarnefnd eða þú veist, ég átta mig ekki á þessu. Ég er bara ofsalega hugsi yfir fundagerðinni og ég fagna því að félagsþjónustan komi að ýmsu og fulltrúir frá Öryrkjabandalaginu hafi aðkomu að uppbyggingu og málefnum hjá okkur. Það er ekki málið. Heldur bara þessi vegferð sem er farin og er ekki tilbúin áður en hún er hafin finnst mér einkennileg. Takk fyrir það. Gerður Kristjánsson. Forseti, bara takk fyrir umræðuna. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við bæjarfulltrúar tökum þessa umræðu og séum allavega upplýst og sammála ég get kannski ekki verið sammála, en við séum allavega upplýst hvernig verklagið er. Og svona aðeins til þess að fara hérna yfir umræðunar, þá nefndi Sigmar að og sýndist að nefndir bæjarins og ráð var að búa sér til verklagsreglur með því að taka fyrir erindisbréfi. Ég skil þetta rétt, en það er auðvitað ekki rétt. Hugmyndin er að erindisbréfin eru lögð fyrir nefndir og ráð til þess að þau geti haft áhrif á erindisbréfin. En þau eru ekki að búa þau til, eru þau að samþykkja. Það er bæjarstjórn sem að samþykkja þessi erindisbréf og þar með verklagið. Svo vildi ég líka nefna svona hugmyndin með notendaráðum og samráðshópum sem að ég er alveg sammála og ég held að það sé gott skref að við höfum tekið það hér, þannig að ég er ekki sammála því sem að komin fram í máli Sigmars að þetta sé kannski apparat sem að sé óþarfi, en hugmyndin með því er að þessi samráðshópur er til ráðgjafar fyrir bæjarstjórn í málefni varðar velferðarþjónustuna og samráðshópurinn getur tekið upp mál að eigin frumkvæði ef svo ber undir. Og líka það sem kom fram hérna í máli Öldu, þetta væri mögulega æðri skólanefnd, það er auðvitað alls ekki rétt. Þetta er alls ekki æðri skólanefnd eða einhverjum öðrum nefndum. Ég held þetta sé spurning verklag sem við erum að ræða hér og sem að þarf held ég bara aðeins að skýra. Og hér nýjan samráðshóp eða hvað ég að kalla, nýjan hóp eða nefnd að ræða og það er svo sem ekki óeðlilegt að við erum aðeins að slípa verklagið og finna út úr því og meðan við erum að taka fyrstu skrefin eins og alltaf er. Og ég vona því að þetta muni skýrast allt betur í ráðstöfunum. Já, að því að þú talar verklagsreglurnar og ég held við séum sammála, það er ekki búið að slípa þær. En að því að ég sé, að því að við vorum að tala hver gerir hvað og hver ákveður erindisbréf og hvað, en ég sé að það er bara fulltrúi nefndinni sem er falið á fyrsta fundi að búa til erindisbréf. Þannig að það bara kemur alveg skýrt fram í fundagerðinni. Takk fyrir það. Ég fagna þessar umræðu og hún er mjög góð og mjög þörf og við erum auðvitað búin að vera að gera ýmsar breytingar hér, stjórnskipulagsbreytingar hér og það er ekkert óeðlilegt að það þurfi aðeins að slípast til og breyta. Og það er ekkert þar með sagt að við setjum eitthvað á fót og það verði að vera þannig til eilífðarnóns. Við þurfum bara að horfa á þetta gagnrýnum augum og það er öll gagnrýni góð, uppbyggileg gagnrýni og við þurfum bara að taka samtali. Eins og við séum ekki verri stöðu
eins og kom fram áðan, en það þarf að finna einhvern farveg fyrir þetta, þannig að þetta nýtist okkur og það er gott að fá fulltrúa frá ÖBÍ inn í þetta samtal, en það þarf bara að pínpússa þetta og ég er alveg sammála því. Þannig að en umræðan er góð og ég fagna henni, bara kærar þakkir. Takk fyrir það, Sandra. Njörður Kjörstæðs. Forseti, já. Ég vil bara koma upp á bregðslið orðum Öldu. Það er ekki fulltrúi í notendaráðinu sem er að vinna erindisbréfið, heldur er það starfsmaður notendaráðsins og bæjarritari sem vinna það, eins og kemur hérna fram í bókuninni. Notendaráð í sameiningu yfir erindisbréfið með athugasemdum bæjarritari, Hveragerðisbæjar og fyrir starfsmanni og bæjarritari með bæjarritari. Takk fyrir Já, takk fyrir þetta Njörður. Þá ætlum ég bara að vekja athygli á að þessi nefnd með 2 starfsmenn sem er verulega sérstakt, þar sem ekkert liggur fyrir endilega hvernig starfinu skal háttað, þannig að það fara á stað með 2 starfsmenn í einni nefnd. Já, Ég vil bara fá að svara þessu hér. Það er eins og að látið svona í það skína að það sé óeðlilegt að sitja 2 starfsmenn í þessu, eða sitja í fundi notendaráðsins, /samráðshópsins sem það mun heita hérna eftir nokkrar mínútur. Það er ekkert óeðlilegt við það. Fer við eftir verkefnunum og hvernig verkefnunum er skipt hér í stjórnsýslu Hveragerðisbæjar. Þú veist, ef að það væri einn starfsmaður sem að væri með öll velferðarmálin á sinni hendi, það væri bara einn starfsmaður. Þannig að það skýrist af þessu og það er alls ekkert óeðlilegt við það, bara hvernig stjórnsýslan virkar. Og það verður líka bara að segjast eins og að nú á þessu kjörtímabili þá höfum við umbylt velferðarmálum hér í Hveragerði. Við höfum tekið mjög mikilvæg skref í að bæta þjónustuna hér í bæ. Það hefur fjölgað starfsfólki sem var algjörlega nauðsynlegt, það var skuld í velferðarmálum. Og þetta er stór málaflokkur og ég held að við þurfum að horfa á það. takk fyrir það, Njörður. Forseti, ég er með spurningu, kannski til Njarðar af því að hann tegur sem mest það. Hvert er hlutverk notendaráðs? Getur og svona byrjum orðið rétt. Já, forseti, sko bara aðeins bara til þess að skerpa á þeirri staðreynd að sko þetta notendaráð sprettur náttúrulega ekki upp úr engu. Það bara er kveðið á í 8. grein lag félagsþjónustu sveitarfélaga. Kemur fram að sveitarfélög skuli hafa samráð við notandi félagsþjónustu. Þannig að það er vettvangur. Þannig að í raun og veru er hann bara bundinn í lög. Og svo bara kemur fram í 3. tölulið C-liðar 48. grein samþykktar stjórn og fundarstjórn Hveragerðisbæjar er kveðið á að bæjarstjórn ber að kjósa í notendaráð félagsþjónustu á fyrsta eða öðrum fundi nýkjörna bæjarstjórnar og kjörtímabilið þegar þið sama á bæjarstjórn. Þetta er grunnurinn af þessu sko. Þannig að við bara vitum það. Við horfðum framan í það núna í haust að við vorum með þennan vettvang og við erum líka með vettvang fyrir eldri borgara og síðan erum við aðilar eins og þið náttúrulega þekkið öll af Bergrísanum sem er með notendaráð. En þar eiga á Hveragerðisbæjar ekki fulltrúa. Þetta er bara svona, þetta er grunnurinn í málinu sem kemur verið fram og góður í samantekt bæjarritara sem var tekinn fyrir í bæjarráði núna í október eða ég man rétt, ég er svo lélegur með dagsetningar. En þetta var tekið fyrir fram, þannig að tekið fyrir það og farið í gegnum. Þannig að ákvörðunin sem liggur fyrir aðeins seinna á fundunum er að vísa þessu ráði á málefni fatlaðra eða þjónustu við fatlað fólk af því við erum með vettvang fyrir eldri borgara. Sko, þessi vettvangur á
að spegla þjónustuna við þennan mál. Það er svo mikilvægt. Hann á að vera ráðgefandi fyrir bæjarfélagi þegar við kemur að fjárhagsáætlun og stefnumótun í þessum málaflokki. Ég held samt að það sem við erum að ræða og ég held að sé kannski mikilvægasti þátturinn í þessu öllu. Ef hann virkar þessi vettvangur, þá bætum við þjónustu við fatlað fólk. Þannig að hann er nýtekinn til starfa og hann á eftir að mótast. Hann á eftir að finna sér þennan farveg innan stjórnsýslunnar hjá okkur og þegar að það gengur sem bestu, þá trúi ég að við séum að efla þjónustuna við fatlað fólk og fatlað fólk eigi rödd, nauðsynlega rödd til þess að spegla eigin þjónustu. Þetta er svona, svo ég bara rólega tek saman hérna hvað þessum hópi er ætlað. Og ég ætla bara að segja ykkur það líka, það er náttúrulega algjörlega á mína ábyrgð að séu 2 starfsmenn og það er ekki til framtíð. Það er ekki framtíðartilhögun að það séu 2 starfsmenn sem að fylgja hópinum eftir. Það var, má segja, í raun og veru bara svona upphafsákvarðanir til þess að koma hópinum af stað. Þannig að ég held að þetta sé svona það sem ég gæti varpað ljós á málinu. Takk fyrir þetta. Þetta er spurningar sem að svara. Ég ætla að bera lið 1 til afgreiðslu. Þeir sem samþykkir lið 1 skipan fundarmanna. Jú, þetta var almennt. Það var svolítið svo löngu að ég var að reyna því bara. Þá ætla ég að bera fundargerðina bara upp til staðfestingar. Þeir sem staðfesta fundargerð, gefa merki. Það er ekki samfélag. Það er ekki samfélag. Fundargerðina. Ekki að staðfesta. Nei. Þá var það meirihluti staðfesta fundargerð. Og þeir þá staðfesta ekki fundargerð. Sitja hjá. Ég er það sé hægt. Hægt að sitja hjá við afgreiðslu. Af hvað staðfesturinn að staðfesta ekki? Þetta er fundur annarar nefndar, sko. Eða svona fundur nefndar. Það gerist ekki. Ætlaði að staðfesta hana Já, samlega. samhliða, geggjað að það komið. Heyrðu, það líður 8. Fundargerð Fasteignafélag Hveragerðis e.h.f. frá 4. október 2024. Það er liðurreglur sérstaklega 1. Það er fjárfesting í íþróttamannvirkjum. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að nýjar framkvæmdir við íþróttamannvirki, það er sem gervigrasvöll og viðbyggingu við íþróttahúsi verði eignfært á Fasteignafélag Hveragerðis e.h.f. sem þá dreifa virðisaukaskatti af framkvæmdum til 20 ára. Það er lustum að við. Ég er þessu velmögum. Forseti. Ég langar bara aðeins að fylgja þessu eftir. Gott hjá þér. En við fórum aðeins inn á þetta líka á síðasta fundi bæjarstjórnar. En hér er raun og verið að fylgja eftir því sem að var ákveðið í stefnu 12 þegar ákveðið var að kaupa hér loftbor í íþróttahús. Það var stofnað Fasteignafélag Hveragerðis og þá fáum við virðisaukaskattinn lánaðan á ríkinu til 20 ára og hann er greiddur með verðbótum inn í leigu. Þannig að þetta er einn hagstæðustu lán sem að hægt er að fá hér á landi. Þannig að það er skynsamlegt að fara þessa leið með íþróttamannvirkjum. Takk fyrir samverður. Með fleiri. Ef ekki, þá bætir lið 1 ekki samþykktar, þessum samþykkir við gefa merki. Það er samþykkt samhljóða, það fundi gerð með öðru leyti í umræðu. Enginn guð setur hljóðs, þá byrjir fundargerðina til staðfestingar. Þeir sem staðfesta fundargerð gefa merki, það er staðfest samhljóða. Þá liðir 9, samningur við foreldrafélag leikskóla í Hveragerði. Samningur við foreldrafélag leikskóla Undirlands og Ósklands í Hveragerði lagði fram. Samningur gildir til ársloka 2025 og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki samninginn með orðalaust. Já, það stóð bara. Segir maður ekki Svo ekki að bara segja það. Ok, forseti, hérna það er kannski svona smá, við erum að tala hérna foreldrafélag leikskóla, það er svona smá inngangur inn í þetta. Hérna kannum við að segja ykkur frá því að ég fór nefnilega daginn á aðalfund foreldrafélags grunnskólann. Kannski voru nokkuð fleiri það, mögulega 12 maður. En hérna, einhver besti svona aðalfundur sem ég hef farið á og bara virkilega góður fundur og svona
var hann með kynning frá Heimilinu skóla og verið að skipa í ný störfi innan þess félags. Og þar var meðal annars fráfarandi formaður yfir sambærilegan samning sem að það foreldrafélag hefur gert í Hveragerðisbæ og það greiðslur sem að Hveragerðisbær innir að hendi til þess félags. Og það kom svo góð spurning frá skynsömum íbúa í Ölfusi sem var að nýta sér þjónustu grunnskólans í Hveragerði. Og hann spurði þegar það var sagt Hveragerðisbær leggur þetta til, hvað leggur Ölfus til? Og þessu var ekki svarað. Þannig að ég spyr hér, er ekki eðlilegt að Ölfus komi með framlag inn í hennan samning? Akkurat sem var, ég get ekki tekið það. Það væri eðlilegt að hægt að gera það. Það er alltaf ekki að meira til þeirra að þú með að gera það. Jú, alltaf, gerðu svo vel. Já, ég fagnaði alltaf með foreldrafélög. Þau eru alveg óskaplega nauðsynleg og mér finnst þetta mjög áhugaverð umræða. Sko núna, ekki síst núna, þurfum við nefnilega að huga vel að þessu foreldrafélögum og það er náttúrulega þarf að vera alls konar fræðsluerindi og sérstaklega þar sem að tenging foreldra, milli foreldra með öðrum hætti heldur en þegar við flest hérna inni vorum ung, allavega ég og þú. Og þegar það var hringt á milli heimila. Þið veitir, nú geta foreldrar hringt bara beint í börnin sín. Þannig að samskipti heimila á milli með öðrum hætti og þess vegna fagna ég því að við ætlum að gera vel við foreldrafélag. Takk. Takk fyrir þetta. Gerðu þetta svo vel. Sigmar kveikti í mér í þessum umræðum. Ég bara tek alveg heilshugar undir þetta og við höfum tekið það áður hér til umræðinu. Örugglega í kringum þjónustusamninga sem við höfum verið að gera við hinum þessi félög sem starfandi hér í Hveragerði. Það er auðvitað þannig að við lítum svolítið á okkur hér og við séum hérna í tveimur sveitarfélögum sem Hveragerðisbær og Ölfussveit sem að sækir þjónustu hingað, skóla, leikskóla og frístundastarf að auðvitað á Ölfus í skólunum eins og við komum hér inn á áðan en börnin eru líka og svo sem fullorðnir líka að sækja frístundastarf til Hveragerðis. Það á ég við Hamar, Skáta, það foreldrafélag leikskólana sem svo sem ekki frístundastarf en mjög mikilvæg vettvangur eins og Alda kom hér inn á. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt að Ölfus leggi eitthvað til inn í þetta. Og ég hef líka stundum sagt að við erum 3400 manna sveitarfélag í dag og hér út í Ölfussveit búa eitthvað 500-600 manns. Þannig að við erum að þjóna 4000 manna samfélagi. En það er eins og bara 3400 manns sem er að greiða útsvar og fasteignagjöld til okkar til þess að geta veitt á þjónustu sem við viljum. En við erum að þjóna miklu meira. Þannig að mér þykir ekki óeðlilegt að sveitarfélagi Ölfus koma á einhvern hátt hingað inn, hvort sem að það er að styrkja við þau félagasamtök sem hér starfandi leikfélagi annað dæmi. Eða þá að það komi hér inn með einhvers konar hlutfallsgreiðslu hérna undir Hveragerði sem að svo getur deilt út til félagana og í annar rekstur hér hjá Hveragerðisbæ. Þannig að mér finnst þetta ekki ósanngjörn ósk til sveitarfélags og Ölfus. Takk fyrir þetta, Njörður. Það er eitthvað fleiri sem getur hvað þessi hljóð. Þetta er bæta við þetta. Það er kannski bara örlítið að bæta við það. Kannski ættum við bara að óska eftir að bæjarstjóri eigi þetta samtal við Ölfusi. Já, ég skal tekja það að þeirra bæjarstjóra fleiri verkefni. Það er bara hérna. Þetta er skemmtilegt. Það er bara að tala við Ölfus hvort þið er önnum mál. Heyrðu, það er ekki fleiri þá er það fleiri. Já, hvað er sögni? Það sem við erum að ræða það hvort að við sem að fara í meiri samskipti við Ölfus börnin okkar, þá mætti líka geta þess að hvort að við getum til dæmis nýtt frístundastyrkinn sem er hérna í bænum til íþróttastarfs í Þorlákshöfn innan Ölfussvæðisins. Því að margir af krökkunum okkar, þau geta ekki stunda þær íþróttir sem þau vilja stunda á því leveli, þá er því stíi sem þau vildi geta hér í bæ, en geta ekki að það í Þorlákshöfn.
Vilja setja það? Já, takk fyrir það allir. Ég held að það sé hægt. Ég ætla að nota fríkstustyrkinn fyrir strákinn minn á Selfoss. En er það hægt í Ölfus? Dóttir mín er í... Já, við þurfum þá bara að kanna það ef það er ekki. Það eru fleiri sem vilja taka til náms. Þá er ég samningin eftir samþykktar, þessi samningi hangi á merki. Hann er samþykkt samþjóða. Þá er það liður 10, það er samþykkt tónlistarskóla Árnesinga, BS, fyrri umræða. Og það er samþykkt tónlistarskóla lögð fyrir til umræðu og umræðu með laus. Það er þetta máls. Vildu bara gera það? Jú. Forseti, já, ég ætla að nýta tækifærið. Áðan talaði við erum blómabær, við erum líka listamannabær og ég er rosalega ánægð með það starf sem að tónlistarskólinn hefur verið að sinna hér hjá okkur og ég veit að aðstæðan hefur verið þeim misgóð öllum en ég er svo þakklát fyrir að þau koma og allt þetta góða starfsfólk sem kennir þarna. Þannig að ég vil bara bera fram þakkir til þeirra. Takk fyrir það þetta. Fleiri máls. Ef ekki þá er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að samþykkt tónlistarskóla Árnesinga BS verði tekin til seinni umræðu. Þeir sem samþykkja ekki merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 11, samþykkt brunavarnir Árnessýslu BS fyrri umræðu og hún lögð þetta til fyrri umræðu en það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að samþykkt brunavarnir Árnessýslu verði tekin til seinni umræðu en orðið ljóst. Enginn tekur til hljóðs og þá leggja það til að bæjarstjórn samþykki að samþykkt brunavarnir Árnessýslu verði tekin til seinni umræðu þeir sem samþykkja ekki merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá kemur liður 12. Samþykkt breytingu á samþykktum stjórn og fundarskjól Hveragerðisbæjar vegna breytingar á nefndum og það er fyrri umræða. Lögð fram tillaga til umræðu samþykkt á breytingu á samþykktum stjórn og fundarskjól Hveragerðisbæjar nr. 923/2023. Með síðari breytingin er komin til vegna breytinga á nefndum Hveragerðisbæjar og samþykkt á fundi bæjarráðs 24. október síðastliðinn samanber einnig meðfylgjandi minnisblað bæjarrétta. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki til síðari umræðu þær breytingar sem hér eru lagðar til á samþykkt stjórn og fundarskjól Hveragerðisbæjar nr. 923/2023 til síðari breytingar varðar breytingu á nefnd Hveragerðisbæjar en orðið er laust. Sigmar Björnsson. Forseti, við getum að tala um þetta í allan dag. En ég held að sko, mér finnst nafnið á þessum dagskrárlið segir alla söguna það hversu mikil þvæla þetta er. Það var þetta samþykkt og breytingu. Við þurfum að mínu viti að staldra aðeins við og veltaði fyrir okkur hvað við ætlum að gera áður við förum að gera það. Þegar þetta mál var tekið fyrir í bæjarráði þá kom nú minnisblað frá henni Írisi sem að mér fannst ansi gott sem að svona fekk mig allavega til þess að skilja betur svona til hvers er ætlast af sveitarfélögum í þessum málum og eins og ég nefndi áðan sko ég langt því frá að vera á móti samráði ég er mjög hlynntur samráði en ég held að það eigi að vera á öðrum vettvangi heldur með þessum og þess vegna ætlum við að koma með breytingartillögu og vísa þar með bara til í rauninni þeirra bókunar sem hefur áður komið fram hjá okkur. Og þetta hljómar svona, samanber bókun fulltrúa D-listans í bæjarráði þann 24. október síðastliðinn. En hér lagt til aftur að nótendar á félagsþjónustu sé lagt niður endur til annar samráðshópur málefni fatlaðs fólks starfandi á vegum Bergarísans sem Hveragerðis á aðild að. Þá verði samþykktum bæjarins breytt þannig að fulltrúar hagsmunasamtökum, til dæmis Öryrkjabandalaginu, tilnefni fulltrúa fatlaðs fólks sem hefur rétt til setu á fundum velferð- og fræðslunefndar með málfrelsi og tillögurétt þegar mál sem varða fatlað fólk er til umræðu. Við teljum okkur með þessum hætti, svo ég klára nú tilvitnun líku semst þér, með því að þá vorum við að draga þessa hagsmunaaðila að borðinu án þess að búa til frekari bjúrókrasíu hjá okkur í stjórnkerfinu
og getur kannski líka bara að hugsa aðeins, bara svona staldra við og hugsa aðeins hvernig við munum standa að þessu áður en við vöðum á stað. Takk fyrir þetta Sigmar. Þessi hljóðs. Ef svo ekki þá ég til atkvæðagreiðslu tillögu deilistans. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu, gefa merki. Deilistans samþykkir, þeir sem eru á móti, gefa merki. Meirihlutinn. Það er þá 4. Sandra, Elma og Björgur sem samþykkja. Þeir sem sitja hjá gefa merki. Já, þá legg ég til að bæðismenn samþykki til síðar umræðu þær breytingar sem hér eru lagðar til samstarfs við stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar og þeir sem eru samþykkir gefa merki. Það voru ekki á. Nei, hún ákveði. Það var breytingar til aðeins. Já, þannig að það er samþykkt meirihluta og þeir sem eru á móti gefa merki. Þeir sem sitja hjá og deilistinn situr hjá. Við erum að græta bara eftir. Við þá höldum áfram. Þarftu einhverjum mínútur eða? Nei. Höldum áfram þá er liðnum 13 að samþykkt breytingu á samþykkt stjórn. Nei. Nei, bara ég bara tjekk hvað sé vakandi. Það er liðið 14. Þá... Nei, þetta er 13. Samþykkt breytingu á samþykkt stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar nr. 9/2023 síðar umræðu. Hérna er lögð fram til seinni umræðu samþykkt breytingu á samþykkt stjórn á fundarskap Hveragerðisbæjar nr. 9/2023 við síðari breytingu. Breytingin fjallar verkefni nefndir eignasjóð og móttökur á fræðsluþjónustu samanber minnisblað bæjarfélaga. Breytingin var samþykkt til seinni umræðu á fundi bæjarstjórnar 5. september 2024. En orðið er ljóst. Enginn kveður sér hljóðst og þá er lagt til að bæjarstjórn samþykki samþykkt breytingu á samþykkt stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar nr. 9/2023 með síðari breytingum og að samþykkt verði send ráðherra til staðfestingar. Þeir sem samþykki því gefa merki. Það er... Ég er aðeins að fletta og ég datt út. Já. Á netinu, sorry. Og það er réttu pöntið þessu. Þið hlæði réttu pöntið það. Það er samþykkt samhljóða. Það er samþykkt samhljóða. Aðaliðið 14. Stefnumótun eldri borgara 2024 fyrri umræða. Lögð er fram til fyrri umræðu stefnumótun eldri borgara 2024. Stefnan var kynnt á fundi velferðar- og fræðslunefndar 27. júní síðastliðinn og á fundi bæjarráðs 19. september síðastliðinn. Samkvæmt 15. grein samþykktar stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar skal bæjarstjórn hafa 2 umræður stefnumarkandi áætlanir sem gilda eigi til lengri tíma og taka til sveitarfélags í heild eða meirihluta þess. Orðið er laust. Gjörsveig Sigmar. Ég hef ekki sagt kannski að þessi málaflokkur sé eitthvað svona, ekki sérsvið mitt, en ég var að kynna mér þetta svolítið núna fyrir þennan fund og mér var leist vel á þetta skjal sem þarna er inni og þarna er verið að telja til einhver markmið og einhverjar leiðir sem við erum að fara í til þess að efla þetta og sem bara mjög gott og leist heila vel á allt sem þetta fór fram. En ég velti fyrir mér þar sem við búum nú í Hveragerði að í þessu skjali sé hvergi minnst á heilsuhæli og ég sakna þess svolítið að eldri borgarar í Hveragerði geti notið betur góðs af því að þeir búi í sama sveitarfélagi og heilsuhæli. Og ég veit ekki að þetta á örugglega alls konar sögur sem að einhverjir aðrir þekkja betur heldur en ég. En mér finnst einkennilegt til dæmis að þeir sem eru í félagi eldri borgara geti ekki farið í sund og það væri ekki nema 1 klukkutíma einu sinni í viku. En bara að það sé búin til einhver vettvangur til þess að þetta er einstakt að þetta sé hérna með bæjarmarkarna og mér finnst og ég hef heyrt það að þegar við fundum nú oft með íbúum hér í bæ og þetta hefur ansi oft verið nefnt við mig að frá því að ég kom inn í þessa
pólitísku umræðu að auðvitað breyttist margt í COVID og allt það sko. En ég held að sé mættari skoða hvort og þá hvernig sé þetta eftir þetta samstarf. Takk fyrir þetta sem áhugaverð punktur á þetta. Sandra. Ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig þetta er núna, en eldri borgarum hefur gefist kostur á að fara í sund og fara í versleikumi á heilsustofnun. Skipulagða tíma. Já, skipulagða tíma, en ekki frjálst. En það er auðvitað bara þeir sem greiða þjónustusamning við heilsustofnun sem búa þar í húsunum og þar. En bara þetta er náttúrulega eins og segir, sjálfseignarstofnun, en það ég meina væri sjálfsagt mál fyrir eldri borgarana kannski mögulega óska eftir einhvers konar viðræðum og að fá að greiða einhvers konar þjónustugjald til þeirra, en það fer auðvitað vissulega eftir yfirlæknum og framkvæmdastjórn á hverjum tíma, en ég er sammála, heilsustofnun er auðvitað perla hér í Hveragerði og ótrúlega dýrmætt starf sem þarna er unnið. Þannig að ég saknaði þess líka mjög að geta ekki nýtt með sundlaugina þarna, en það var einhver ákveðin stefnubreyting sem var tekin eftir COVID. Þannig að ég bara vona það að heilsustofnun taki upp einhverjar breytingar á þessum reglum hjá sér og því ég veit að það eru margir sem sakna þess alveg gríðarlega mikið. Þannig að, já, takk. Takk fyrir þetta. Það var kannski vægt að skoða þetta milli umræða. Varst þú? Nei, ég skal koma bara síðan. Það er svo vel sem var. Og þetta er svo kurteis fyrir. Nei, ég bara, gott að við séum að ræða þetta og þetta verður svo oft verið nefntið mig og þetta er stefnubreyting sem Sandra vísa til, ég skil hana í sjálfum sér sko. Þegar það er fólk sem er að greiða fyrir ákveðna típu af dvöl og það er kannski erfitt að vera að hleypa öllum þangað á sama tíma en mér finnst einhvern veginn, það hlýtur að vera til einhver leið til þess að koma fólki sem er 67 ára eldri undir einhverjum ákveðnum kringumstæðum á einhverjum ákveðnum tíma og greiða fyrir þá þjónustu og svo framvegis. Því að mín upplifun hefur alltaf verið svo að Hveragerðisbær hefur staðið þétt á bak við heilsuvernd og við höfum að gera það áfram, bara mjög hressilega. Þannig að ég í staðinn finnst mér að íbúa Hveragerðisbær og sérstaklega þeir sem eldri eru eigi að geta notið góðs á móti. Takk fyrir þetta sem var Pétur, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla aðeins að fara í gegnum samantektina sem er mjög áhugaverð og samantektin og stefning kveður á að fjölga þurfi húsnæðiskosti fyrir einstaklingar sem eru komnir yfir 60 ára aldur. Samstarf frístundamiðstöðvar Bungubrekku og félags eldri borgara. Hveragerðisbær heldur áfram að bjóða upp á heilsueflingu fyrir 60+. Fjölga þarf möguleikum til þátttöku í samfélaginu fyrir eldra fólk sem eflir virkni þeirra og getur dregið úr félagslegri einangrun. Unnið verður því að því að koma upp þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara og einstaklingsmiðuð þjónusta verður áfram í boði þar sem veittur stuðningur og jafningjar grundvelli og gerir íbúum kleift að búa sem lengst í heimahúsi. Við vorum alltaf að ræða gott að eldast fyrir á fundinum sem að í raun og veru talar mjög inn í þessu stefnu og talar mjög inn í þau markmið sem að hún kveður sjálfa og það er mjög mikilvægt og við erum komin vel á sporvöld. Ég ætla að nefna að við höfum verið þátttakendur í heilsueflandi samfélagi og það er á dagskránni núna að blása nýju lífi í þá þátttöku og það starf og það býður okkur svolítið í seinni part nóvember og desember starfsmanna að setjast yfir það og þá sérstaklega með áherslu á þátttöku eldri borgara. Þá langar mig í þriðja lagi að kannski minnast á það sem að þetta eru svona 2 verkefni sem eru í gangi. Það er þetta áhugaverða þessi punktur þjónustu kjarnar. Ég var í gær á pakkvöllumfundi hjá eldri borgurum að ræða málefni bæjarins og það er mjög ánægjulegt og gleðilegt að sjá hvað var mikið líf í fundinum og hvað voru til í að svolítið kafa ofan í málin og spyrja bara almennilega spurningar sem að skipta Hveragerðisbær máli og eru í deiglunni.
En þá bara aðeins að koma og við höfum átt svona óformleg samtal svona þjónustukjarna. Og ég held að þetta sé mjög verðugt verkefni að skoða enn frekar og það getur vel verið að sé áhugi hjá félagi eldri borgara til dæmis og já, að skoða þennan hluta af stefnumótuninni enn betur og ég held að í þessu getur falist heilmikið tækifæri. Það kemur mjög áhugaverð staðreynd svona lýðfræðina í Hveragerði sem séreinkenni að hér hlutfall eldri borgara mjög hátt sem alveg ótrúlegur kostur, setur mikinn brag og bæinn og ég held þetta eigi að vera svona eitt af þeim málum sem við höfum að veita meira athygli á svona komandi tímum. Þannig að bara örlítið innlegg þetta. Takk fyrir þetta, Pétur. Aldeikinsson. Forseti, og ég á alltaf pínu erfitt með að lesa í sömu setningu þegar fólk 60 og við séum að gera íbúum kleift að búa sem lengst heim og eitthvað svona. Þetta svona pínu skekkja kannski í tölunum og sko að því að ég vil nú við þetta dagstælega að þá veit ég líka að það þarf að vanda þetta rosalega. Við erum að tala eldri borgara og þá sem þurfa þjónustu sem gott, en við erum líka að tala að útrýma einmanaleikann. Og því það að búa sem lengst heima með þjónustu heim líka dálítið vandmeðfarið upp á einmanaleikann. Þannig að við þurfum að skoða þetta rosalega vel í þessu verkefni, hvaða skref við tökum, því að auðvitað viljum við öll búa sem lengst heima, en við þurfum að búa til þau skilyrði sem eru góð í það og það skiptir og svona þjónustu kjarni náttúrulega alltaf til góðs af því að þá getur fólk notið samveru og samstunda og það spornar klárlega við einmanaleika. Þannig að ef það á að fara að huga þjónustumiðstöð þá þarf líka að skoða það vel. Það þýðir ekki bara að reisa upp eitthvað hús sem að enginn getur kannski svo sótt vegna aðstæðna. Þannig að takk. Takk fyrir þetta, Alda. Takk fyrir fleiri. Mér langar bara að grugga því svona inn í þessu umræði að það myndast ákveðið gat bara núna nýverið eftir að Heilsuhælið hleypir ekki lengur öllum eldri borgurum inn að stunda íþróttir þar og þessir eldri borgarar eru að koma upp í Laugaskarð og æfa þar og margir hverjir eru eftir að hafa fengið aðstoð hjá Náttúrulækningafélaginu við sína íþróttaiðkun koma svolítið týndir inn í Laugaskarð, inn í ræktina þar og það væri kannski ráð að reyna að sinna þessum hópi hvort það væri kannski eitthvað sem gæti gert og væri til að hafa þjálfara, klukkustund og viku sem að gæti hjálpa þessum hóp. Takk fyrir þetta allir. Þetta var líka ágætt okkar að þetta fyrir til síðar umræðu að hvort það hefur nefnilega í samtalið með Náttúrulækningafélag Íslands í kringum þetta. Við báðir fórum undan hérna. Njörður, hefur þið með þetta? Forseti, bara mjög góð umræða og gaman að heyra frá Öldu og hún svona deilir þekkingu sinni á þessum málaflokki með okkur. Og mér langaði bara að nefna það að varðandi málefni eldri borgara í Hveragerði þá búum við svo vel að hafa öflugt félag eldri borgara hér í bænum og ég veit það að það húsnæði sem eldri borgara eru með í dag er raun og veru orðið of lítið. Þannig að það er mögulega einhver tækifæri á að skoða hvort að félag eldri borgara í samstarfi mögulega við Hveragerðisbæ og auðvitað einkaaðilar sem eru tilbúnir að reisa slíka þjónustukjarna að það sé hægt að finna því stað og koma því einhvern veginn af stað. Ef ég man rétt að þá keypti félag eldri borgara salinn hérna á Þorláksgötu á sínum tíma, þau fengu mikinn arf en bærinn lagði eitthvað líka á móti. Þannig að ég held að þetta sé alveg þess virði að skoða og við höfum rætt hér í meirihlutanum að þetta er eitthvað sem við myndum gjarnan vilja sjá og komast í góða farveg núna bara næstu missu. Takk fyrir þetta, Njörður. Ég ætla ekki að fyrir.
Já, forseti, mér langar bara að koma inn á það. Það er hópur eldri borgara sem að æfir reglulega í kjallaranum og íþróttahúsinu og það er vaxandi hópur sem að er mikill kraftur í og það hefur verið mikill fjölgunar og ég reyndi að æfa með þeim í sumar og átti ekki róðið þau. Þannig að það er vettvangur sem er vaxandi og er verið að halda utanum af hálfu Hveragerðisbæjar. Þannig að og við settum með þess að aðeins auka fjármagn í það sem var samþykkt í bæjarráði, ef ég man rétt í sumar, auka fjárveitingu til þess að það kæmi ekki rof í sumarið. Þannig að það var engin sumarleyfi, þetta var að ósk eldri borgara, þannig að þau geti æft allt sumarið. Þannig að það er mikill kraftur í þessum hópi og það er eitthvað einstakt við þessa senu í Hveragerðisbæ sem ég heldur við eigum að leggja mikla rækt við. Þannig að ég kannski hef ekki meira að segja. Takk fyrir það, Pétur. Þá leggjum við að bæja til samþykkir til síðan umræðu stefnumótun eldri borgar 2023. Þess að samþykki því merki. Samþykkt samhljóða. Þá fyrir síðasta dagskrárliðinn nr. 15, skipan í nefndir og ráð. Og þar kemur fram að Margrét Haraldsdóttir hefur óskað eftir lausn frá setu sem aðalmaður í yfirkjörstjórn og undirkjörstjórn 1. Viktoría Sif Kristjánsdóttir hefur óskað eftir lausn frá setu sem aðalmaður í undirkjörstjórn 2 og Elísabet Hermundóttir hefur óskað eftir lausn frá setu sem aðalmaður í undirkjörstjórn 2. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki eftirfarandi að Fríða Margrét Þorsteinsdóttir komi inn í yfirkjörstjórn og undirkjörstjórn 1 sem aðalmaður í stað Margrétar Haraldsdóttur og að Auður Elísabet Guðjónsdóttir komi inn sem varamaður í yfirkjörstjórn og undirkjörstjórn 1 í stað Fríðu Margrétar Þorsteinsdóttur og að Sigrún Árnadóttir komi inn í undirkjörstjórn 2 sem aðalmaður í stað Viktoríu Sifjar Kristjánsdóttur og að Margrét Ísaksdóttir kom inn í undirkjörstjórn 2 sem varamaður í stað Elísabetar Hermundardóttur. Þannig ég legg til að ég ber þetta þessar breytingar til samþykktar. En orðið er laust við það er síðan. Og svo ekki þá ber ég þessar breytingar til samþykktar þar sem samþykki ekki annað til. Það er samþykkt samhljóðan. Það eru kunnugast að ættum að kjósta. Já. En þá er dagskrá tæmd. Og ég þakka bara líflega umræður sem ég held þetta í stuttum fundur. En ég þakka þeim sem tóku þeim máls. Og við erum dagskrá og lesum fundargerðir saman þar.